Komiði sæl á þessum fína sunnudegi. Það eru synir Egils sem heilsa. Ég Sigurjón Magnús og Gunnar Smári situr hérna gegnt mér. Og gestir okkar að þessu sinni eru Hafdís Huld Hafsteinsdóttir. Hafdís Hrönn, já. Hrönn, já. Hafsteinsdóttir, fyrrandi þingkona Framsóknar. En starfa núna í hvað segir það? Eftirlitsnefnd með störfum lögreglu. Já. Og svo verðandi þingmaður hérna hjá okkur Sigurjón Hilmarsson sem ætlar að leysa Áslaugu Örna þegar hún fer út til náms, út í Bandaríkjana. Það hún stefnir þangað allavega hvort það verði svona breyttum áherslum núverandi stjórnvalda þar. Já, mitt. Ég held að það sé áhugavert að vera háskólanum í Bandaríkjunum þessa dagana. Já. En þetta allan planið. Já. Ég held að það standi. Svo það Svandís Svavarsdóttir, formaður Vinstri grænna. Við erum öll velkomin. Takk. Ég var að byrja á njósnamálinu. Þetta náttúrulega alveg ótrúlegt mál og þetta komið ljós hver lag þessu og þetta var beðið með þetta fram í fyrningu. Eða ekki? Ég veit ekki, þetta allavega ég ætla nú að taka undir það sem að margir hafa sagt í samfélaginu að þetta svo hallærislegt. Já. Að því miður varpar það skugga á hvað þetta alvarlegt. Vegna þess að það náttúrulega grafa alvarlegt að lögreglan, þannig eru fyrrverandi og núverandi á þessum tíma lögreglumenn sem eru að taka þátt í njósnum einstakling fyrir peninga. Og það vissulega mjög langt síðan að þetta gerðist og kann að endurspegla einhverju leyti einhverja sýn þeirra sem óskuðu eftir þessu eða tóku þátt í þessu á samfélagi á þeim tíma sem þetta gerðist. En því miður þá held ég þetta sé líka, endurspegli það líka að auðmenn á öllum tímum eru mjög gjarnir á að líta á samfélagið og regluverkið sem einhvers konar leikvöll, þar sem að þeir geti bara beitt fjármunum til þess að kaupa hvað sem og þar með talið þjónustu lögreglunar. En svo það svolítið hin hliðin, ef ég má bara aðeins í hérna núna í byrjun, þá varpar þetta ljósi á eða svona vekur hugrenningatengsl sífelldar óskir lögreglunar fyrr og síðar eftir lagabreytingum í þá veru að auka heimildir lögreglu til þess að fylgjast með fólki. Og þó að þarna sé sannarlega að ræða misnotkun, þá svona skerpir þetta á því að þau okkar sem hafa verið að móast við í þinginu til að mynda, þegar að hefur verið óskað eftir nýjum heimildum, hafa sannarlega haft nokkuð til síns máls að því þetta snýst jú það að þær heimildir sem eru fyrir hendi, að þær séu þó tryggar og að við séum ekki að stóla á það að allir séu bara af heilum hug og séu vandaðir í sínum verkum, heldur sé regluverki þannig að það verji almenning fyrir misnotkun að þessu tagi. Já, við sjáum þetta til dæmis eins og við tölum við Vilhjálm Bjarnason og þetta náttúrulega geysilega frekt inngrip í hans líf. Já, og ég held að þetta sé bara áfall fyrir hann og auðvitað aðra sem að sætti þessu eftirliti tíma. Ég náttúrulega horfði á hann þátt og mér leið bara svona líkamlega illa allan tíman. Þetta var líkamlega óþægilegt. Bæði að maður náttúrulega þarna verið að hnýsast fólk, einhvern veginn að horfa á einhver sem átti ekki að vera að horfa á, svo þessi tilfinning að það sé einhver að hafa eftirlit, þá með Vilhjálmi, en maður svona getur sett sig í þessi spor. Og ég tek undir með Svandísi, þetta er náttúrulega mörguleyti svo bjánalegt, og náttúrulega skílað og gatt, svo sem kannski ekki gert það endilega, en það er einhver mjög ógeðfelldur tilgangur þarna baki. Og menn sem eru þá tilbúinir að bjóða fram þessa þjónustu sína í íslensku samfélagi, þarna er verið að afla upplýsinga þá dómsmál eða fyrirhuga dómsmál sem var í gangi. Ég sem starfandi lögmaður, ég hef þetta algjörlega óbeit á slíku. Það er svo mikilvægt í okkar samfélagi að við virðum þessar leikreglur sem við höfum, lögin, og við eigum þessa leið, það er að bera ágreining okkar undir dómstólana, hlutlausa óvilhalla dómstóla sem að leysa það úr kröfum aðila á hlutlægan og málplan hátt. En þarna freistast menn til þess að gera eitthvað allt annað. Þannig að mér finnst þetta bara mjög ógeðfellt. Og ég vil líka svona kannski bæta við að taka aftur undir með Svandísi
að þú veist, þarna svona að mínu viti ólögmætt eftirlit einkaspæjara. Þeirra staða fær einhvern veginn svona auknavíkt sökum stöðu þeirra þá bæði sem þeir gengdu þarna á þessum tíma og höfðu geng. Og annars væri þetta bara einhverju menn út í bæ og það bara mjög svona ógeðfellt. Sem betur fer held ég að þetta sé nú tíðkist ekki en það sjokkerandi að menn séu bæði að bjóða fram svona þjónustu og séu aðeinslega sem eru tilbúinir að kaupa hana. Það líka þannig að þú veist, þetta kastar vissulega rýrð á traust til lögreglunar og við höfum verið að sjá það að það þörf fyrir og við Svandís höfum með mig tekist á það í þinginu á síðasta kjörtímabili að það þörf fyrir auknum heimildum fyrir lögreglunum til þess að hafa eftirlit með skipulagðri brotastarfsemi og þess háttar. En það skiptir svo miklu máli að eftirlitið með störfum lögreglu sé skýrt, leikreglunar séu skýrar þannig að það sé ekki verið að fara út fyrir og í öllum stéttum samfélagsins þá alltaf rotin epli og það engin undantekning með lögregluna. En við þurfum einhvern veginn að komast á þann stað sem samfélag að við líðum ekki að svona hlutir geti komist upp. Þegar ég tek undir með Sigurðina að þetta ógeðfellt og þetta var líkamlega vont að horfa á hann þátt og þetta kom hann í opna skjöldu að þetta geti einhvern veginn viðgengist í íslensku samfélagi. En á samtíma þá veit ég að eftirliti með störfum lögreglu mjög gott en það þarf að verða ennþá skýrara og umfangsmeira til þess að það þjóni tilgangi sínum. Koma mörg mál til ykkar? Ég get ekki verið að tala fyrir nefndina. Nei, fjöldi? Já, fjöldi, það kom alveg fjölda. Margar kvartanir eiga rétt á sér og aðrar ekki. Það bara eins og gengur að gerast. Eins og gerir. Sko, Páll Magnússon útvarpsstjóri, hann var hérna hjá mér á Miðvikudaginn og daginn eftir þáttinn og honum var þetta hlægilegt. Hann bara hlutaði að þessu þá hlóa hann bara, hvaða kjánar þetta? Hvað þeir að gera? Þetta mörg lög, það má vera þar, þessu. Þeir taka upp fundin með þeim sem eru að selja vinnu sína. Þeir sem eru að selja vinnuna viti jafnví og svo lekur þetta frá þeim. Þannig að þetta menn sem engin eiga nokkur viðskipti við nokkur tíma. Þannig að sömuleitt þetta eins og dönsk gammamynd frá 1970 eða eitthvað. En þetta eins og mjög alvarlegt mál. Og ég meina, það ekki verið svona brotist inn hjá mér, en ég tala við fólk sem hefur verið brotist inn hjá og maður fattar það ekki, held ég, fyrir að maður lendir í því hvaða mikið inngrip inn í svona einkalíf og hvaða grefur undan öryggi. Þannig að ég finn mikið til bara með Villa og öðru sem verður fyrir þessu að þeir eru ekki eins frjálsir í dag eins og við kannski, af því að það búið að ryðjast inn í einkalíf þeirra og þess vegna þetta bannað. Og ég veit ekki alveg hvað þeir eru að tala um sambandi rannsóknarheimildir lögreglunnar. Ég átta mig ekki alveg á því af hverju það má ekki vera eins og það var að ef þú ert að gera svona alvarlega eftirlit, svona alvarlegt eftirlit og þú þurfir að fá heimild dómara. Af hverju við að flytja ákvörðunina inn til lögreglunar og svo gegn því að hafa eitthvað eftirlit þar sem að sömuleitt reynslan okkar í Íslandi að það svona eftirlitsstofnanir hérna. Við erum með samgiftseftirlit, það vanfjármagn að gerir ekkert. Við erum með skattarannsóknir sem að ráða ekki við að vera með skattarannsóknir á hinum allra auðugustu og þeir sem að hafa heilu álmunnar af lögfræðingu til að verja sig. Þannig að við erum ekki alveg þá sögu á Íslandi að gefa bara frelsi og hafa svo eftirlit. Ég myndi fara mjög varlega í þetta. Já, ég sammála því og mér finnst að því að Hafdís var að nefna hérna aðeins að við hefðum tekist á síðasta kjörtímabili og það svona einn af þessum hvað ég var að segja, þetta svona ákveðin áherslumunur sem var að milli stjórnarflokkana á síðasta kjörtímabili sem að kom nú sífellt oftar í ljós eftir þessi leið á. En þarna snýrist þetta einmitt þetta að það væri skýrt eftirlit og að heimildirnar væru þannig að beiðnin þyrftu að koma frá dómara. Og við tókumst á það og það varð ákveðin millileið sem var farin í þeim efnum og sem ég held að skipti miklu máli. En mér langar að nefna einn vinkil á þessu líka, sem pólitískur.
og svona umfram það sem við erum að ræða núna og það svo staðreynd að það hefur alltaf verið þannig að róttækt fólk hefur þurft að sæta því að það hefur stundum verið óþarflega mikill áhugi á þeirra hegðun og ég tala nú ekki mótmælum, einhvers konar samblæstri eða samstöðu og það hefur verið hagur valdstjórnarinnar stundum að fylgja því fólki eftir. Hvort sem að það að ræða hleranir eða skikkingar eða annars konar eftirfylgd. Þess vegna þetta líka ofboðslega mikilvægt fyrir lýðræðið að við séum með þá hreinu að það sé sannarlega fundafrelsi og það sé sannarlega þannig að fólk geti gengið frjálst ferða sinna þó að það séu harðir vinstrimenn eða róttækir umhverfis- og náttúruverndarsinnar. Ég sjálf alin upp við það að það voru smellir í símanum heima hjá mér og þannig að það sko að því að hér fólk að tala líkamleg viðbrögð það líkamleg viðbrögð hjá mér þegar ég að í þeirri stöðu sem ég sem þingmaður að reyna að gæta þess að við stígum mjög varlega til jarðar þegar að óskað eftir nýjum og auknum heimildum fyrir lögregluna í þessu efni. Smellir í símanum heima hjá þér eftir að... Nei, ég að tala bara þegar ég var barn. Í æsku? Já, þegar ég var barn. Pappaðinn sem vera. Og það hefur komið fram að það var haft eftirlit með vinstri sem þau voru gert. Það var gert og ég meina það ekki nema ein kynslóð síðan að það var gert með skipulegum hætti. Við fengum til Íslands aðgerðir bresku lögregluna sem voru að fylgjast með umhverfis verndarsinnum sem voru að mótmæla. Þeir komu hingað og voru að reyna að sænga hjá konum til þess að fá upplýsingar og fleira. Þetta búið að vera mikil umfjöllun um þetta í Bretlandi. Þetta voru aðgerðir bresku lögreglunar til þess að brjóta niður andstöðu við stjórnarstefnu. Þetta bara stóralvarlegt mál og að veita lögreglunni heimildir til þess að gera það sem henni dettur í hug. Eitthvað svona Kristján Pétursson, við segjum bara svona í tímum Geirfinnsmálsins og svona. Ég hef ekki viljað sjá það. Það hefur bara farið enn verra, sko. En nú kemur réttargæslukerfið og svara fyrir þetta. Nei, ég held að ég geti tekið undir bara margt hérna, sko. Ég sjálfur svona náttúrulega bara tortrygginn á valdið og óttast afskipti eins og bara lífi mínu og þeirra sem að standa mér nærri. Og við búum á þessum tímum sko, þar sem að það hægt að safna ógrynni gagna og núna með nýrri tækni hægt að vinna úr þeim bara með á augabragði ítarlegar persónuskýrslur um hvert sem er. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum á varðbergi gagnvart þessu. Ég held að það sé alltaf til það svona lýðræðisríki þar sem að þessar valdheimildir sko, hvort sem þá lögreglu eða svona njósnastofnana hafa ekki verið misnotað með einhverjum hætti. Það hafi verið gengið dómsmál og skrifaði skýrslur bara öllum Norðurlöndunum, Bretlandi, Bandaríkjunum og þú veist, þetta bara því miður reglan og þá skiptir öllu máli að þegar við erum út af eitthvað af þessu kann að vera nauðsynlegt að þá skiptir öllu máli að við búum þessu slíkan ramma að það sé virt eftirlit og málin séu þá gerðu komi til skoðunar og ég fylgdist nú alveg með þessu frumvarpi þarna forvirkar rannsóknar aðgerðir eða hvað þetta heimildir á endanum. Já. Og þú veist þetta miðað þetta að því að grípa málinu, að það sé einhver svona virk rýni og svo verður bara sagan að segja hvernig til tókst. Þannig að en þetta bara samfélagi sem við búum við, þú veist, margt af þessu sko valkvætt. Við erum flest á Facebookinni og nýtum okkur hérna þessa miðla og það samt að mínu vita aðeins öðruvísi vegna þess að það val, skiljum. Það vissulega einhver eftirlit og gagnasöfnun en hún þá á hendi sko einkaaðila, alþjóðlegra fyrirtækja sem hafa þó allan enn sem komið ekki sömu valdheimildir og ríkið hefur. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við séum á varðbergi gagnvart þessu og þetta mál þarna sko bara mjög hryggilegt, mér finnst ekkert hlægilegt við það, þú veist það einstakar bjánalegar stundir þarna í þessu og það náttúrulega, mér finnst þetta mjög slæmt að þetta sé að koma upp svona löngu síðar, það náttúrulega var einhver grunur þarna
stuld á gögnum eða eitthvað misnotkun í starfi sem rann út í sandinn í einhverjum kærumeðferðum. Það er auðvitað mjög óheppilegt. Þú veist, ég hygg að svona næstunni þurfi sko að rýna svolítið í þetta. Það er einhverjar stofnanir samfélagsins sem þurfa svolítið að fara yfir hvað gerðist þarna, vegna þess að þú veist að það er eitt að einhver það er aldrei hægt að koma í veg fyrir ólöglega hegðun fólks, starfsfólk, jafnvel þeirra sem hafa aðgang að einhverjum slíkum gögnum sko. En þá þarf þetta að búa auðvitað þannig hnútana að það uppgötvist. Bara ef það, þú veist, ef það er einhver sem stelur vísbendingar. Já, en ég meina, ég skil ekki sko, þú veist, gagnastjórnin á minni lögmannsstofu er nú bara þannig að ég geta alveg rakið það ef einhver myndi taka sterallum gögnunum sko. Það er það sem skiptir svo miklu máli að skráning hjá lögreglunni við aðgerðir, sama hvernig og hvers slags aðgerðir það eru, sé skýr og að það sé hægt að rekja hvert skref aftur í tíman þegar það kemur að því að það komi upp atriði þar sem er vafi á því að lögreglun hafi verið að aðhafast innan sinna heimilda, að það sé þá hægt að rekja einmitt eins og Sigurður bendir á, þú veist, bara alveg hvert einasta skref sem hefur verið tekið af hálfu lögreglu bara í þessu tiltekna máli eða málum. Þannig að þú veist, það skiptir svo miklu máli upp á það að vera með virkt eftirlit og ég er bara þannig úr garði gerð að ég hef oft sagt að ég þjáist af bjartsýni og ég hef trú á fólk sem að sinna þessum störfum og í 95-7% tilfella þá er bara lögreglan að gera þetta af heilum hug og að sinna sínum störfum innan þeirra heimilda sem þau hafa og að gera sitt besta með það sem að þau raunverulega hafa og ég minna þá getum við komið inn á vanfjármögnun lögreglunar og skort á mönnun og ýmislegt sem að gera störf lögreglu mjög erfið. Svo komum við upp svona mál þar sem að við erum með eitt og eitt ónýtt epli og við þurfum að koma í veg fyrir það að það verði fjölgun á þeim þannig að sko lögreglumenn fara að sjá tækifæri í því að vera í alls konar aukastörfum sem samrýmast ekki með þeim störfum sem sinna í aðalstarfi. Þannig að þú veist, þetta er svona hlutir sem að við þurfum einhvern veginn að skoða sem samfélag. Hvernig viljum við að lögreglan starfi? Hvernig viljum við að þau sem að sinna þessum störfum geti aðhafst í þágu öryggis alls samfélagsins? En mættum við þá ekki líka ræða bara því að við vitum að þú veist, eitt eru reglur og fleira, svo annað sem bara kultúr og hvað leyfist og það margt sem að bendir til þess að af hverju þeir geta hringt í einhvern lögreglumann í vinnunni og látið hann fara að skottast fyrir einhverju auðmenn. Ég myndi vilja skoða að byrju, þetta málallínana? Við vorum með mál sem að löggan reyndar vann gegn mótmælendum sem að tóku harkalega á móti mótmælendum og þar voru svona ummæli sem lögreglan sagði og margt sem að bendi til þess fyrir okkur sem að stöndu fyrir utan þetta að það sé bara eitthvað mórall í löggunni að það megi sko taka ansi harkalega á mótmælendum og sérstaklega ef það eru sko fólk frá Mið-Austurlöndum og mér finnst þetta að vera alvarlegt og ef þessi andi inn í löggunni ég myndi vilja allavega fá að ég veit ekki hvort það myndi gagnast því okkur að ræða við löggumenn hérna hvort að þetta sé andinn ég meina þú þekkir þetta, þú varst í sjó og svona, þú ferði inn í messan niður og það er mismunandi eftir bátum og skipum, sko, hvernig mórallin er þar. Já. Sumstaðar er bara helvitis karlremba og leiðindi inn í messanum og bara ónýtur kúltúr og ég meina, ég vil bara spyrja því, er í lagi með kúltúrunum hjá löggunni ef við erum alltaf að sjá eitthvað svona dæmi? Ég er ekkert viss sem borgar í þessu landi. Nei, en á meðan ég skil hvað þú átt við, að þá er ég einhvern veginn, set ég í þeirri stöðu að ég get með vissu, mín megin frá, sagt að kúltúrin er að megninu til mjög heilbrigður. Svo megum við heldur ekki gleyma því að þetta er allt fólk sem að sinna þessum störfum, sem að mætir fólki í mjög erfiðum aðstæðum og það er mjög, þú veist, erfitt að sinna þessum störfum oft á tíðum undir krefjandi aðstæðum og viljum við taka alfarið út það að kollegar geta rætt sín á milli án þess að það sé gert að einhverju sönnunargagni í einhverju máli. En hópurinn verður að taka þetta alvarlega. Út af því að þetta hefur ekki áhrif á störf lögreglu eins og í þessu máli sem að... sig með tákmyndum ultrahægri og rasisma. Já, það var tekið á því. Það var tekið á því innan lögreglunar. Það var ekki almennt. Nei, ég er að segja að þetta er alltaf komið upp. Já, algjörlega og ég vil bara taka undir það. Auðvitað er það þannig í meginatriðum og hvort sem það eru 95 eða 97% eða hvað það er. Lögreglumanna eru að vinna miklum heilindum og mikilli
mikilli hlýju gagnvart samfélaginu og vilja þjóna því af heilindum. En það breytir því ekki að sko, það er hlutverk löggjafans að passa upp á það að við rekum ekki þetta kerfi þannig að það standi og falli með því hvort að það er góðar týpur sem að ráðast til, sko, sem að verða lögreglumenn. Við þurfum líka að geta varið samfélagi fyrir því að það kunni þar að rata inn skemmt epli og þá þurfum við að vera með skýra löggjöf. Það er algjörlega sammála því og það skiptir öllu máli þegar við erum að ræða þessu hluti og þú veist, þá komum við að því bara þurfum við að skoða frekar samskiptafærni og svona samskiptaþjálfun lögreglunar við borgarana. Ég held að sé mjög mikil tækifæri í því að taka það meira inn í það nám sem er í gangi núna í lögreglufræðum að taka samskiptaþáttinn miklu meira inn í og vera með jafnvel mentorkerfi þeirra sem eldri eru fyrir þá nýju. Þannig að við séum með þessa mennsku, við séum með mýktina en samt sem áður séum með þessa traustu valdstjórn sem við viljum hafa hér á landi. Og yfirmenninni tala á þessum nótum. Ég segi ekki að sé eins og biskup, en ég meina þeir sem eru með yfirmenn í þessu kerfi eiga að tala svona það hvernig við viljum að lögreglan sé. En ekki alltaf verið bara viðbrögðum og neita því hún sé eitthvað. Nei, það er nú svona kannski frekar mín tilfinning að þeir leitist við að gera það. Kannski hef ég bæta hans við, sko. Ég starfa sem lögmaður og þetta er svolítið sérstakt starf, sko, vegna þess að mín starfstöðu mín er svo víða. Hún er inn á minni eigin skrifstofu en hún getur líka verið á lögreglustöðinni eða hjá dómstólunum í fangelsum landsins og víðar. Þannig að ég hef nú haft kynni af sko fangavörðum og lögreglumönnum og maður kemur náttúrulega ofta að þessum málum líka eftir að sem maður skoðar öll þessi gögn og sem betur fer það nú þannig að almennt er verið að vinna að þessum málum af fagmennsku og virðingu og það er nú svona mín almenna upplifun. Svo geta verið mistök og þetta eru fjölmenn stétt og svo framvegis að það skiptir máli að sé vel tekið á þessu. Það eru svona kerfislegi þættir sem að þarf að gæta að við höfum komið inn á sumaðra bara núna í þessari umræðu, sko. En annað sem að tengist einmitt þessari eftirlitsheimildum er mitt, sko, eins og það er búið að vera lögbundin skylda núna í lengri tíma að hafa eftirlit með símahlustunum og ríkissaksóknari gegnir því hlutverki og var sett inn í lögin, ég manna ekki 2017, eitthvað það leyti og það er hægt að lesa það í árskýrslum ríkissaksóknara ár eftir ár að hann getur ekki sinnt þessu vegna þess að lögreglustjóraembættin er ekki haldið utan í gögnum en þeim hætti sem ætti að vera og þá bera menn auðvitað alltaf fyrir sig að vantar einhver tölvukerfi eða hvað hann er. En þetta finnst mér til dæmis vera svo alvarlegt, sko, vegna þess að þeir sem hafa valdbeitingarheimildir að þeir verða fullnægja þeim skyldum sem að löggjafinn leggur á og ekki, það er ekkert einhver til umræða að sé einhvern veginn öðruvísi og þegar það er einhvern veginn orðið valkvætt að því er virðist og var þarna hvað þetta var það í fleiri ára þá eru þetta, sko, þá hefur maður áhyggjur af þessu svona hvernig þetta smitar niður á allt kerfið, sko. Það er ekki einhver valkostur lögreglunar að fylgja lögum, þú veist, það ráð ekki hvenar, sko. Sem betur fer. Herðu, en Sigurður, þú ert að skipta starfsvettvang. Þú kemur inn þegar Áslaug Arna fer til náms í Bandaríkjunum. Já. Og þá sést þú á þing. Hefur þú komið inn sem varamaður? Herðu, ég var eina viku núna í mars. Já. Og það er bara reglulega gaman af. Þetta er náttúrulega mjög stuttur tími sem ég var þarna, einu vika, en þú veist, mér fannst þetta bara áhugavert. Vika er víst langur tími í pólitík. Ég lifði þess einu viku af. En þetta er bara, mér finnst þetta bara skemmtilegu vettfangur. Þarna er mjög mikið af góðu fólki. Ég fann það, svo sem ég var þarna svona newman, sko, en ég áttaði mig á því strax að allir, það er meirinn helmingur núna þinginu, held ég, sem var nýr, sko. Þannig að þetta var, ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið samansafna viðvanningum, sko, en svona vel meinandi fólk. Þannig að, jú, þetta svona kemur óvænt. En hvaða armi Sjálfstæðisflokksins tilheyrir þú? Sko, svo maður veitir hvernig maður talar við. Já, einmitt, þú vilt fara að setja á mig einhvern merkimiða, sko. Þetta er svolítið klófið flokkur. Já, ég bara heiti Sigurður Örn Hilmarsson, lögmaður. Ég, sko, tilheyri ekki einhverjum armi Sjálfstæðisflokksins. Ég bara geri það ekki, ég er bara minn eigin herra. Þú veist, ég var þegar ég var ungur maður þá skrifaði ég stundu fyrir Deigluna
sem var svona hópur ungs fólk sem fann sig kannski ekkert almennilega í einhverjum einum armi sjálfstæðisflokksins og ég held að það hafi haft svona svolítið mótandi áhrif á mig. Þetta svona, þú veist, frjálslynd fólk, hægri sinna, mannréttinda fengjandi og ég held að ég komi bara úr þeim ranni hugmyndafræðinar. Já, en þú ert ekki verið hérna af fúluköllunum, verið ekki í hrossabjúgu. Allavega ekki ennþá. Við sjáum hvernig ég verði eftir þennan tíma þarna. Sá hópur eiginlega horfinn af því. Já, Jón Gunnarsson situr einn eftir. Já, þetta er samt svo fyndið. Og það dugar alveg, hann sé í fílu. Nei, ég bara, þú veist, eins og sé, þetta er bara óvænt, þú veist, lífið er stundum svolítið svona, hlutir gerast. Og ég tek þessi bara auðmýkt bara að finna aðeins út í þessu öllu. Ég er persónulega mjög spennt að fylgjast með Sigurði koma inn á þing í lengri tíma því að ég bara fyndi að segja frá því. Þetta er í annað sinn sem að þið kallið mig á settið og ég enda með fyrrum kennara upp á Bifröst í settinu hjá ykkur, þannig að það er bara mjög gaman að segja frá því að Sigurður kenndi með mannréttindi upp á Bifröst í laganámi og bara stóð mjög vel við það, þannig að ég hlakka til að fylgjast með honum koma inn og stíga sín skref í pólitík. Og varst formaður lögmannafélagsins eins og annar þingmaður, Brynjar Níelsson? Já, heldur betur. Þú varst formaður lögmannafélagsins? Já. Ég var formaður lögmannafélagsins í 3 ár, held ég. Já. Skiptir svolítið formennsku? Já, reglurnar eru þannig að maður getur lengst verið 3 ár, sem ég held að sé fínt í öllu svona félagsstarfi. Þannig að ég bara kláraði mitt tímabil og það er bara gagn og gaman af. Lögmannafélagið skiptir held ég bara mjög miklu máli í íslensku samfélagi. Ég leita á það sem mitt hlutverk svolítið að tala einmitt fyrir svona réttaríkinu, þessum grundvallarreglum sem að verða að gilda í okkar samfélagi. Og það er verið að ráðast á þær bara í sífellu. Og þú veist, það er náttúrulega líka eina ástæðan fyrir því að þessi vettvangur þingsins er áhugaverður, sko. Ég held að skipti mjög miklu máli hvernig stjórnmálafólk og bara annað fólk sem er í forsvari í okkar samfélagi, þetta undir ýmsum höttum, hvort sem það er í fræðasamfélaginu, atvinnulífinu, stjórnmálum eða bara, þú veist, einhverja fagstéttir eins og ég var það í forsvari fyrir, að þú veist, hvernig við tölum hlutina og gera það virðingu og þekkingu. Ég hugsaði oft þegar ég var í lögmannafélaginu og að beða þeim að tjá mig svona hitt og þetta að ég reyndi frekar að segja já og gefa þá kost á mér vegna þess að ég myndi ekki gera það, myndi bara einhver annar gera það. Og sem að kemur kannski úr einhver allt annari átt, lítur málinu öðrum augum og við búum bara í svona samfélagi sem er svolítið að gliðna í sundur. Það er að harðna, finnst mér, og þá skiptir held ég enn meira máli að fólk sem er svona einhver forsvari hefur möguleika getur til að það taki þátt í umræðinni. Það er ekki ástæðulausu sem að Smári spurði svona hvorri fylkingunni til þú því að fyrir okkur sem stöndum utan með flokkinn þá sýnist okkur að vera svona nánast bara 50-50 klofningur eins og sást í formannskjörinu. Já, ég náttúrulega sótti þennan landsfund og það er ótrúlega merkileg upplifun að sitja svona fund. Þú veist, þarna voru tæplega 2000 manns að koma saman að móta þá stefnu flokksins og kjósa sér leiðtoga og það er voðalega fallegt í eðli sínu. Þetta gerist nú ekki mikið lýðræðislegra. Þarna voru 2 svona forkólfar flokksins og svo Snorri Ásmundsson sem að gaf kost á sér og hann fekk þetta bara að gera það og hélt sína ræðu og ég veit svo sem ekki hvað hann fekk mörg atkvæða endanum, en þú veist, þetta er bara svona flokkur. Við sjáum það á svona öðrum stjórnmálaflokkum. Flestir þeirra eru náttúrulega býsna nýir núna og það sem að þessi svona þessi lýðræðislega reynsla eftir að koma í ljós svolítið hvernig þeim farnast. Einhvern tímann slíta stjórnmálaflokkar svona barnskónum og þá hættir þetta að ganga að geta bara valið vini sína. Það er voðalega þægilegt, sérstaklega til að byrja með. En svo svona þegar menn komast til valda að þá getur það reynst aðeins erfiðara. Það hefur ekki, sem ég held að þú veist að meina, eftir landsfundinn, þá finnst mér eins og sé ekki svona eitthvað svona skýr lína, menn finnst þess að flokkur sé ennþá í biðstöðu. Það er eins og að annarkvort hafi upplifið Guðrún að ekki að hún hafi svona umboð til þess að bara leiða og þá muni fólk eldana eins og hún sé að sækja vinnu hjá þeim sem kussan ekki. Minnst hafi verið fundið af því svona víða því að verða að fundið svona sjálfstæðisflokkurinn ekki vera að skora mikið í þinginu
skána kannski þegar þú kemur, ég veit ekki. En þú veist það er svona uppivöðslusamur og talandum atrið sem kannski skipta ekki meginmáli, gera athugasemdir við einhverja formlegheit í staðinn fyrir að ræða pólitíkina og... Já. Það er bara andrúm það sem ég heyri? Nei, ég held að það sé alltaf hægt að finna að öllu, sko. Þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn er kannski ekki reynslu mikill í að vera stjórnarandstöðu í þinginu, en hérna... Það var miklu meiri reynslu í þinginu. Nei, en þú veist, hvað skal segja, sko, ég held að, sko, næstu vikur í þinginu held ég verða mjög áhugaverðar. Það eru sko stór mál. Já, það eru bara mjög stór mál óafgreidd. Ég kíkti nú á það bara í gær fyrir forvitnisakir, sko. Þú veist, það er búið að samþykkja 6 frumvörp. Öll stóru málin eru eftir. Margt af þessu er svona tæknilegs eðlis og umræðan kannski hluti sem er erfitt að setja sig inn í. En það skiptir auðvitað miklu máli, sko, eins og þú nefndir þetta svona einhver formgallar eða athugasemdir form eða skort á upplýsingum og annað slíkt sem að ég hef alveg séð, sko, ég held að það sé alveg full ástæða til. Þú veist, það bæði var svona umræðvarandi þessa fjármálaáætlun og líka framsetningu gagna þar. Það er bara skipti máli að þingmennirnir fái þau gögn sem þau þurfa til þess að geta rætt málin. Sama með þetta veiðigjalda sko frumvarp að þú veist það ber náttúrulega tiltölulega skjóta, þetta var skamman tíma í samráðsgáttinni, þú veist það er búið að vera til athugunar í þinginum, ég skilst að það sé koma einhverja breytingar sko sem þá viðbragð við því. En ég hélt mína jómfrúaræðu í þinginu og undir liðnum störf þingsins. Ég er náttúrulega svo barnalegur, ég held að ég ætti að tala störf þingsins og gerði það. Mér fannst þetta skipta svo miklu máli sem kom mér algjörlega óvart að ég sem er svona unnið út í atvinnulífinu þennan tíma, að þarna er vinnulega einhvern veginn allt annað. Sko. Ég bara vissi ekki hvað var til umræði þinginu fyrir en bara kvöldi áður. Og það er auðvitað bara svona óbóðlegt fyrir alla. Það er takturinn í þinginu er mjög sérstakur og kemur óvart. Og ég held að, sko, þú veist, og þá var ég að reyna að ræða bara svona gæði vinnubragða. Það þingið á ekki að vera afgreiðslustofnun heldur, sko, þú veist, þetta er okkar, svona rýna okkar borgarina. En talandi flokkar sem að hafa slitið barnsskónum, Framsóknarflokkurinn er eldri en Sjálfstæðisflokkurinn. Hún er einhver búin að slíta barnsskónum og er kannski komin á flóka inniskó. Kannski skottir komnir undir rúmið og Framsóknarflokkurinn upp í brúm. Það er ekki stuð á Framsóknarflokknum? Ég veit nú ekki alveg hvað þú ert að tala um, það er alltaf stuð hjá okkur. Það er vissulega bara í síðustu könnun? Já, það er vissulega brekka, ég viðurkenni það. En þetta er ekki fyrsta sinn sem að Framsóknarflokkurinn stendur í brekku og mun rífa sig upp. Aldrei svona brattri áður. Þetta er lægstu mælingar sem flokkurinn hefur fengið. Jú, við höfum náttúrulega verið í svipaðri brekku áður fyrir einhverjum áratugum síðan. Já, þegar Halldór Ásgrímsson satt af sér sem formaður. Og þá tók við einhver rúlletta í kjölfarið af því. Mjög skrýtin. En það sem að við þurfum og það sem íslenskt samfélag þarf er bara stöðugleiki. Og það sem að ég heillast af við Framsóknarflokkinn og hvernig hann tekst á við erfiðleika er að við komum fram sem bara, ef ég má sletta, bara United Front og við ætlum að gera það þrátt fyrir að einstaka gamli ráðherrar sem að halda þeir séu eilífðir ráðherrar. Við vitum alveg hvernig út að tala. Já, virðast fara mikinn í fjölmiðlum og greinaskrifum að þá hef ég samt mikla trú á stefnu Framsóknarflokksins, hún á erindi við kjósendur. En formaður, á hann ekki að í þessari stöðu, væri ekki réttast fyrir Sigurð Inga að hætta sem formaður? Viljum við, út af því að ég er að tala um stöðuleika, að viljum við kasta í burtu þeim manni sem að tala fyrir stöðuleika innan flokksins og uppbyggingu og tala fyrir því að við séum með trausta framtíð Framsóknar í íslensku samfélagi. Hann er fyrsti ábyrgðarmaður fyrir þessu, hvernig komið þér? Já, þetta var samspil margra þátt að þetta var ekki bara einn maður sem að... En á saman tíma þá hef ég mikla trú á Sigurð Inga og hvernig hann er að stýra flokknum. Hann hefur hitt alla grasrót Framsóknar núna á síðustu vikum, tekið hátt í 80 eða yfir 80 fundi og bara útskýrt hvernig fór og hvað gerðist og við erum bara að vinna með það og við tökum bara flokksþing að ári
og hlökkum til að fara inn í sveitarstjórnarkosningar og munum mæta þar af öllu afli. Þannig að ég hef enga trú á því að við séum búin eða það sé rétta nálgunin að fara að skipta út formanninum á þessum tímapunkti. Við þurfum bara að rífa okkur í gang og halda áfram og sjá hvað við gerðum rangt og meta það. Og svo bara mikilvægast öllu að læra af mistökunum og gera þau ekki aftur. Ég held að þú ákjósanlegri formaður heldur en Sigurður Ingi. Það bara mín skoðun. Sigurður er búin að tala að Sigurður Ingi sé af sér núna bara í marga mánuði. Já, bara einu sinni í viku eitthvað. Nei, mér finnst þetta alveg afleitt staða fyrir formann. Já, hann nýtur samt sem áður mikils trausts innan Framsóknarflokksins og við sáum það bara núna á miðstjórnarfundi sem við héldum á Akureyri að hann á fullt erindi innan flokksins og nýtur trausts og stuðnings. Við bókum inn í þáttinu með ýmsum hætti og það var svolítið gaman núna að þetta eru fulltrúar eiginlega síðustu ríkisstjórnar sem sitja hérna borðið. Tók eftir því. Það var með framan með Sjálfstæðisflokkinn. En það veist. Svo leysist það. Já. En þú ert formaður líka, Svandís. Það er rétt. Já. Það er rétt. Og það finnur lítið fyrir þínu flokki núna. Já, heldur betur. Þetta var náttúrulega mikill skellur og bara áfall. Ég held að verður bara að segja það eins og það er. Já. Þetta er 25 ára saga og þetta er ákveðin kaflaskil í okkar pólitísku tilveru. Það gildir reyndar bæði Sjálfstæðisflokk og Framsókn að fá sögulega lágt fylgi í þessum kosningum en auðvitað halda sjó og það skiptir miklu máli til þess að ná einhverju viðspyrnu en ég finn það bæði með Framsókn og Sjálfstæðisflokk að því við vorum talað hér þetta svona formannskipti í Sjálfstæðisflokknum og svona ákveðið nýtt start þar. Að það er eins og flokkurinn sé svolítið að bíða átakta, hvað gerist næst og hvað gerist svo og ég tek undir það sem Sigurður er að segja hér að það verður mjög spennandi að sjá bara umræðuna, atkvæðagreiðslurnar og svo framvegis á næstu vikum af því að það er í raun og veru engin pólitík byrjuð í þinginu og hún á eftir að koma núna og reynsluleysið er víða þannig í stjórnarflokkunum þá er fólk að berja sér á brjóst yfir breytingum sem er kannski bara búið að leggja fram í samráðsgátt en ekki búið að klára hina þinglegu meðferð sem er oft ansi mikið verkefni. Þingið er og að því við erum að tala hér lýðræði mannréttindi þingið er í mjög sérstakri stöðu þegar það vantar alveg aðhald frá vinstri í svona miðhægri ríkisstjórn eins og ég vil kalla hana þó að mogginn kalla hana vinstri stjórn eins og allar stjórnir sem Sjálfstæðisflokkurinn er ekki og þá er í raun og veru þessi staða þannig að ríkisstjórnin er svona að stíga sín fyrstu skref og er svolítið mikið á sínum hveitibrauðsdögum ennþá og það lengist í þeim að mörguleiti vegna þess að það er óstöðuleiki í alþjóðamálum og svo framvegis. En við höfum verið í VG að senda inn umsagnir þingmál og bara eins og grasrótarhreyfingar út í bæ er að gera við tiltekin mál og höfum verið að senda inn við einhver 5 eða 7 mál meðal annars fjármálaáætlun og önnur slík og ég kom á fund umhverfis- og samgöngunefndar daginn þar sem var verið að fjalla svona flýti meðferðarmál Jóhanns Páls sem að fjallaði fyrst og fremst Hvammsvirkjun og þá kem ég inn á fundin bara svona með öðrum náttúruverndarhreyfingum Vinstri-hreyfingin grænt framboð þá komin í þá stöðu að koma inn á nefndafund og þá mætir nefndin mér og það er einn þingmaður sem hefur þingreynslu í allri nefndinni og það er formaður nefndarinnar Guðbrandur Einarsson, ágætur þingmaður og svo er þetta alls konar reynsla af lögmennsku og sveitarstjórnarmálum og öllu mögulegu en maður svona finnur fyrir því hvað þetta, þarna er mjög flókið mál tæknilega en inn í því eru svona það sem við köllum í þinginu stundum laumufarþegar. Það er að segja að það er verið að gera breytingar á almennri löggjöf sem að hafa mjög mikil áhrifin í framtíðina en blasa ekki við þegar þingmaðurinn bara les málið eins og það liggur fyrir og eins og það kemur fram í fyrstu umræðu frá ráðherranum.
og það að horfa á þessa stöðu og vera og sjá að það verður ákveðið ónæmi ríkisstjórnarinnar fyrir gagnrýni verðum málum vinstra megin frá þegar að krítikin ekki inn í þingsal. Við sjáum þetta núna eins og með Óskar drenginn sem að verið að nefna og verið að brottvísa, að það eins og ráðherrarnir geti bara komist upp með það að segja bara ég ætla ekki að tala um þetta. Og vegna þess að þá bara fara þeir inn í þinghúsið og það kemur enginn með óundirbúna fyrirspurn. Það enginn sem að heldur uppi þessum flöggum og þetta ekki gott fyrir löggjöfina. Löggjafinn verður að búa við það að fá allar þessar hliðar í þinglegri meðferð til þess að það sé búið að spegla öll þessi sjónarmið, þessi lýðræðislegu sjónarmið í gegnum frá frumvarpi og til samþykktra laga. Þannig að við höfum verið að halda þessu til haga að setja inn umsagnir, mæta á fund nefnda til þess að þessi rödd sé þarna og til þess að hún sé til í skjölum þingsins þegar að eftirspurning kemur aftur eftir Vinstri grænum. Ég heyri það að þú ert ekki að gefast upp á pólitík. Ég bara gæti það ekki sko. Ég veit ekki hvernig það myndi líta út. En það auðvitað mikil degla á vinstrivægnum. Og eitthvað þarf að gera. Já, eitthvað þarf að gera og fólk mikið að tala saman og stinga saman nefjum en svo það spurningin þegar að formið fer einhvern veginn að verða yfirsterkara hugsjónunum. Ég meina það hlutverk okkar sem að erum til vinstri og á róttækum armi í íslensku stjórnmálum að tryggja það að kjósendur eigi kost á því að merkja við þessi sjónarmið og þessar hugsjónir í kosningum, hvort sem það í sveitarstjórnarkosningum eða þingkosningum. Og við eigum bara að hysja upp okkar sundurlyndis brók og reyna að tala saman eins og fólk og ég held að við ættum að geta gert það. En Smári, þið byrjað að tala saman? Nei, en við erum með svipað í Sósíalistaflokknum og í Lögmannafélaginu, það svona tímamörk á setu, þannig ég að klára mín 8 ár sem sem formaður framkvæmdastjórnar. Já, núna í sumar. Já. Þannig ég ekki... Það óbreyttur. Já, ég lít ekki svo á að ég sé mitt hlutverk að leiða slíkt samtal. Nei. En mér langar þegar tala þingið og þessar spennandi vikur, þau eru bara fáa vikur með að við svona venjulegt líklega kannski dregst þingið eitthvað framöndan og veiðigjöldin eru stórt mál og það að breytast núna, það var kynnt í upphafi í samráðsgátt. Ég tek alveg undir að það var svona svolítið brátt þessi lausn, ég hafði aldrei heyrt þetta með þessa viðmiðunin við norska verðið og eitthvað fleira, það var mörguleiti sérstök lausn sem að kemur. Og maður velti fyrir sig og maður sér það líka að ríkisstjórnin hefur stuðning í þessu máli. Ég held að komi fram í könnunum og almennt hefur ríkisstjórnin góðan stuðning svona með við 100 dagana og ennþá lifir í svona gautabrjóðstofunum. Þannig að hún hefur svona vissuleiti pólitískt afl en það á móti mun rísa upp í auglýsingatímum ríkisútvarpsins hörð andstaða og maður heyrir það að flokkarnir inn á þingi í stjórnarandstöðunni, þeir eru allir stórútgerðarmegin í lífinu og ég að velta fyrir mér hvort að ríkisstjórnin þú að segja það eitt að leggja inn í samráðsgátt og annar að ná þessu þarna í gegn og þetta eru öflug andstaða sem klók að grafa undir og kann að lesa hvernig á að grafa undan stuðningi viðreisnar við þetta og hvar eru menn eru veiki fyrir og eitthvað fleira. Haldið að ríkisstjórnin ná þessu í gegn? Þessu breytingum sem að ég vil taka fram að ekkert stórvægilega breytingar eru svona lagfæringar. Já, þetta náttúrulega fyrst og fremst bara umtalsverð hækkun á veiðigjaldi og það vill þjóðin, samfélagi vill það, 85% samkvæmt einhverjum könnunum vill það. En nú ríkisstjórnar fólk að segja að þetta ekki eins mikil hækkun og þetta verður aldrei tvöföldun ef ég einu fréttalíma. Já, og auðvitað eru alls konar alls konar breytileiki í því, ég meina hvernig verður með loðnuaflann og allt mögulegt en við erum að tala um að ríkissjóður sé að fá kannski 10-11 milljarða núna og hér verið að tala um hækkun upp á 7-8 til viðbótar inn í þennan pott og það náttúrulega umtalsverð hækkun. Það síðan hvað reikniregla notuð sem að ríkisstjórnarflokkarnir tala eins og við ætlaðum bara að skipta reiknireglu og svo bara kemur það í ljós að það bara rosalega hækkun og við vorum bara mjög ánægð með það.
mér finnst það pínu halló, sko. Ég hef nú kannski bara sagt ef ég bara ekki að hækka þessi veiðigjöld, sko. En það önnur saga. En ég held að, sko, þetta er að koma í ljós og sérstaklega með Sjálfstæðisflokkinn, sem að bara með beina línu inn í SFS. Þannig hefur það alltaf verið og ég fann auðvitað mjög fyrir því í ríkisstjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum að það var ekkert þannig að þetta væri sko tengslalaust þarna á milli og þá eftir að koma í ljós hversu harða mótspyrnu Sjálfstæðisflokkurinn vill veita í þinginu og hvort að það myndast einhver samstaða með stjórnarandstöðunni í þeim efnum. Það mun koma í ljós í þessari viku og næstu hvernig þeirri umræðu mun vinda fram en samfélagið með þessari breytingu myndi ég segja. Mér finnst líka mjög spennandi að sjá frumvarp ráðherrans gagnsæi í sjávarútvegi sem bara sprottið upp frá þeirri vinnu sem að ég hóf á síðasta kjörtímabili. Og þá verður bara spennandi að sjá með þennan sannarlega sterka þingmeirihluta hvort að þau klári þetta ekki bara með bravúr og ég sé ekkert annað í spilunum heldur en að þau geti gert það. Sigurður. Já. Veiðigjöldin og það mál. Já. Sko, kannski bara eins og ég kom inn á áðan þú veist, þetta ber einhvern veginn svolítið skjótt að og þú veist, þessi tími þarna í samráðsgáttina, það hefur nú kannski líka komið í ljós að sumar þeirra forsendna sem að lága baki sko upphaflegu frumvarpinu ekki réttar og var einfaldlega ekki búið að reikna út annars vegar sko ekki réttilega áhrifin af einstaka breytingum og svo kannski svona þetta stóra atriði sem að og ég tek hann bara fram, ég ekki einhver sérfræðingur í þessum veiðigjöldum og þetta hefur nú ekki komið inn á mitt borð og var ekki til umræðu þessa einu viku sem ég satt þarna á þingi en sko þú veist allar svona breytingar hafa sko þú veist það auðvitað það sem óttinn þeirra sem að vilja standa við sko atvinnufrelsi í landinu og atvinnuuppbyggingu sko einhver svona víðtækari þú veist bein og óbein áhrif og það þú veist náttúrulega staðreind og þetta birtist mér, ég nú bara alin upp í Vesturbænum sko að þetta birtist mér nú þannig að þú veist það hefur verið við erum heppin Íslendingar að búa við þessi gjöfulu mið og geta stundað þessa veiða hagkvæmni. Guðmundur í Brím og Þorsteinn Már eru rosalega heppnir, við kannski síður. Já, sko, maður geta svo sem haft, þetta endar alltaf einhvern umræðum sko gjafakvóta. Þetta fer alltaf þangað. Og þú veist, það fer alltaf þangað, bara hvort það voru teknar réttar ákvarðanir á 9. áratugnum. Þetta fer alltaf þangað. En þú veist, staðreyndin þessi að íslensku sjávarútvegur er hagkvæmur, hann að skila miklum tekjum, þetta hálauna störf all land og bara til hagsbóta fyrir samfélagi allt. Þarna þá þessar breytingar, ég skil ekki alveg þessa aðferð og að finna eitthvað markaðsverði í Noregi og af hverju menn að gera það þegar þú veist, þetta ekki norskur sjávarútvegur. Ég hef áhyggjur af hvaða áhrif þetta hefur á sko, fiskvinnslur landsins. Eftir situr hitt sem að ég held að sko, í raun og veru raunverulega verkefni. Sko, þú veist, það bara þú veist, hvað á afgjaldið að vera. Það bara svona þetta sífellda verkefni okkar stjórnmálamannana að það rétt og eðlilegt að íslenska þjóðin hafi tekjur af nýtingu fiskauðlindarinnar. Það verkefni. Það sem gengur eins og ekki þessi sko óstöðuleiki að sko það komast einhver til valda og það þarf að rífa allt upp með rótum og eftir svona allan að því að birtist mér þarna þá hugsanlega með einhverjum afleiðingum sem eru ófyrirséðar og mann hafi ekki alveg hugsað til enda. Þess vegna held ég svo sem kannaði ekki áður en ég kom innan þátt að mér skilst að það sé að þá koma nýtt eða breytt frumvarp, ég veit ekki hvernig það mun líta út en þú veist og það eru nú tvennt í því, það auðvitað gott
að þá ríkisstjórnin sjá einhverju leyti að sér, taki gagnrýni og sé að breyta frumvarpinu en eftir stendur þá gagnrýnin sko, þú veist, hversu vel hversu skynsamlega var lagt upp með málið í upphafi og það búið að laga það þannig að það sé hægt að afgreiða og ég bara veit það ekki. Til svona lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Já, mér langar bara aðeins að nefna það sko að það þessi svona grundvallarbreyting sem gerð var milli frá samráðsgátt og fram að því að málið lagt fram þessi viðmið fyrir litlar og meðalstórar útgerðir og þá mun andstaðan á þeim svæðum minnka. Það liggur alveg fyrir. Þannig að það verið að koma til móts við þau sjónarmið. En þetta bara, ég má bæta bara stutt og aftur, ég bara svona, ekki sérfræðingur í þessu, en mér finnst margt svolítið skrítið þetta sama eins og með sko strandveiðnar, að það var, ég veit ekki til þess að þeirri spurning hafi verið svarað sko hvaðan fiskurinn á að koma. Þið kannski þekki það betur. Úr sjónum, segja strandveiði sjónum. En ég meina bara að taka annars staðar frá eða auka aflaheimildir, þú veist hvað? Það verður að gera það væntanlega. Ráðar hefur eitthvað 10.000 tonn, svo vantar 10 viðbót. Já, nú ég alin upp við sjávarútveg og kem úr litlu sjávarþorpi að vestan. Og að sjálfsögðu sporin hræða alltaf þegar það kemur að því að við erum að ræða þessi mál fyrir þá sem að standa í þessum atvinnuvegi og fyrir þá sem að sinna þessum störfum. Hvað verður mitt starf þegar að X og Y og Z gerist? En það sem að mér finnst svo varhugavert við þetta tiltekna mál og hvernig ríkisstjórnin hefur einhvern veginn verið að fronta það og koma með það inn í þingið var þetta, það svona eimar alltaf skort á samráði. Ekki betra að fara í lengri tíma, nú þau bara nýbúin með sína fyrstu 100 daga. Var ekki betra að fara í samráð við greinina, við samfélagið og taka sér aðeins lengri tími í þetta. Það átti bara að keyra þetta í gegn og eins með fjármálaáætlun. Keyra þetta í gegn án þess að það væri eitthvað gögn sem að væri hægt að rýna í. Og það það sem að mér finnst svo varhugavert og athyglisvert við margt af störfum þessara ríkisstjórnar að þetta svolítið lenskan. Að það lagt eitthvað fyrir og þá bara keyra það í gegn og svo mæta þau þessari gríðarlegu þingreynslu sem í stjórnarandstöðunni og átta sig síðan á því að þau eru rekin tilbaka með hlutina. Í staðan fyrir að koma með málin vel unnin inn í þingið þannig að það sé hægt að taka málefnilega umræðu. En þegar þetta kemur svona inn eins og fjármálaáætlun og veiðigjaldið, þá málefnilega umræða svolítið bara horfin út á hafsauga. Í staðinn fyrir að við séum bara með... Kannski ætlaðu að gera bara sama og Trump að nýta meðbyrjun upphafi og keyra þau í gegn að það breytingar sem að þú ætlar að ná á kjörtímabilinu? Já, ég meina, það sem við viljum í lýðræðislegu samfélagi? Nei, það þingræði, sko. Ég held að þetta sé góð pæling, sko, að það gæti verið þannig að bara notum tækifærið með að það ennþá opið, sko. En við vitum að ríkisstjórnin missa traust til álíður og nú hefur við líklega bara 9 mánuði til að koma sér í gegn. Já, en ég vil líka segja, sko, að það getur líka verið svolítið tvíbent að lenda í þeirri stöðu að vera með háar væntingar og fögur fyrirheitum alveg óbóðslega mikil afköst þingsins. Að því að hér samhent ríkisstjórn sem það sem mikið stuð og mjög gaman verkstjórn og við erum með mikið á stórum og stórum og flottum málum og við ætlum að klára þetta en lenda svo í því að vera rekin tilbaka lenda í því að mál sem ekki klárast í vor þurfa að fara inn á haustið og svo framvegis í staðin fyrir að hafa það kannski svona einhvern veginn á radar fyrirfram þannig að sko að því að þessari ríkisstjórn sannarlega vorkunn að því leytinu til að hún byrjar bara seint á vetrinum sko. Og það auðvitað sko, mjög snúið að búa til svona það yfirbragð að þingmálaskráin sé svona þróttmikil og öflug en hafa bara alveg óbáslega lítinn tíma svo maður reynir að vera sanngjarn líka. En það er líka þetta að þú veist við erum með einn ráðherra í þessari ríkisstjórn sem hefur reynslu af því að bæði að sitja á þingi í lengri tíma og í ríkisstjórn áður þannig að og þú veist Þorgerður Katrín gerir það mjög vel að koma sínum málum og sínum hugsjónum eða hugsjónum Viðreisnar á framfæri í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Viðreisn ræður mestu sýnist manni? Já, það einmitt það sem maður sér bara. En þú veist, á móti kemur að þá kannski varpa þessi vinnubrögð svolítið ljósi á
reynsluleysi þessara ríkisstjórnar að vera í þessum störfum á meðan mér langar rosalega mikið. Ég er bara miðjumaður og vill bara að fólk fá að njóta vafans og að þú sýnir mér hvaða árangri þú ætlar að ná fyrir Íslands samfélag og svo getum við tekið samtali þegar það komin einhver reynsla á það. En fyrstu skrefin eru einhvern veginn þannig að maður er svona efins það hvernig þau ætla að stíga inn í þetta að eiga í samstarfi við þingið, hvernig þau ætla að koma með mál inn, ætla þau bara að frekja hlutin í gegn eða ætla þau að eiga í samstarfi við alla flokka. En varðandi veiðigjöldin, þá er mikill meirihluti almennings sem er hlynntur því þessu. Almenningur lítur svo á hann eigi svo auðlind og það vitað allir að þar eru stærstu fyrirtæknarnir eru að hagnast stórkostlega á kvótakerfinu. Þú ert að vestan og við þekkjum líka sögu kvótakerfisins þar sem að þessi uppbygging þessara stóru fyrirtækja hafa kostað byggðarlög gríðarlega mikið sem hafa mist kvótan frá sér. Smærri útgerðir hafa bara sogast undir þetta stundum bara með aðstoð bankakerfisins þar sem stóru aðalið bara sópar þetta allt saman til sín. Þegar almenningur er spurt kvótakerfið þá er það óréttlátt. Ég man ekki, ég held að verið slegið upp í 90% sem upplifa kvótakerfið óréttlátt. Ít undir spillingu, var ekki 70% spillingu. Af hverju Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn, af hverju segi ég, hvað er að þess að hlaupa þessu gegn? Ætli þið virkilega standi í því einhvern veginn, já, það hefði kannski verið betra að gera þetta öðruvísi, þetta er alltaf skammu tími, það er búið að vera að tala um þetta í 30-40 ár, sko. Að sjálfsögðu. Er ekki bara komið tími á að hækka þessi veiðigjöld? Að sjálfsögðu, við þurfum bara að taka umræðuna sem samfélag og inn í þinginu og við þá sem að eru í þessari grein. Hvernig við ætlum að hækka þetta, því að það er allir sammála um það að auðvitað á þessi geiri að borga sanngjarnt til samfélagsins og að hækka þetta, við höfum ekkert staðið í vegi fyrir því en við viljum að sanngjarnt sé á haldið þegar það kemur að því að við erum að ræða hækkun á veiðigjöldum. Við viljum að byggðasjónarmið séu höfð að leiðarljósi þar og það er bara eitthvað sem við í Framsókn höfum alltaf talað fyrir, er að byggðasjónarmið séu höfð að leiðarljósi þegar það kemur að hækkun á gjöldum, hvort sem það sé fiskgeldisgjald eða veiðigjaldið eða hvað það er, að við séum að standa vörðum byggðirnar í landinu sem að stóla á þennan atvinnuveg, að það séu störf út á landi sem að hafa í sjávarútveginum og að við séum ekki missa þau í burtu. Þetta er allt eitthvað sem að við viljum að sé bara fyrirliggjandi, ef ég má orða það svo, þegar að við erum að taka þessu umræðu. En sjáum við ekki vandamála því að Samherji sé svona stór, eigi stóra hluti í síldavinnslunni, eigi Eimskip sem að flytur með fiskina á landi, eigi fiskifráðinnar í sjónum, þannig að hann er seltur í útlöndum, eigi stærsti einkahlutahafinn í Högum sem að kaupa kostinn, eigi stærsta hlutin í Sjóvá sem að þau tryggja hjá. Lifa bara eiginlega í Samherja landi, fyrst og fremst byggt upp á þessu hvernig þeir hafa fengið aðgangað auðlindum almennings. Sjáum við ekkert vandamál við þetta? Jú, þess vegna þurfum við að taka umræðuna og það er bara heilbrigt að við séum að ræða þetta bara sem samfélag og inn í þinginu hvaða gjald á að taka fyrir nýtingu á þessari auðlind og hvernig við ætlum að gera það. Það sem að við viljum bara að sé haft að leiðarljósi er byggðasjónarmiðin því að þessi fyrirtæki er að skila og er að fjárfesta hellingu í sínum byggðum, í sínum nærumhverfi þar sem þeir eru með sína starfsemi. Þeir eru fjárfestum allt. Já, og ég meina líka bara í nærsamfélaginu þar sem þeir eru með sína starfsemi og mér finnst þetta skipta svo miklu máli þegar við erum að ræða þetta að við séum ekki bara að bóla þessu út úr landi því að við höfum alveg fylgst með því að þetta eru samt sem að fyrirtæki sem þarf að reka með skynsamlegum hætti. En að sjálfsögðu þá fyrir, svo skal ég hætta, en að sjálfsögðu þá erum við í Framsókn alltaf talsmenn þess að svona fyrirtæki og að sé í rauninni bara greitt sanngjarnt til samfélagsins fyrir nýtingu á okkar auðlindum. Hvernig við ætlum að gera það finnst mér ekki mjög skýrt af þessu máli sem var lagt fyrir þingið og alla forsendur liggja bara ekki hreinlega á baki þannig að sé hægt að taka upplýsta ákvörðun. Sko, mér langar bara að segja að sjálfsögðu hefur það áhrif á samfélagið ef að gjaldtaka er aukin á þessa atvinnugrein. Og það væri sannarlega betra að það lægi fyrir frekari greiningar á því. En ég vil hins vegar segja það að því hér erum við að tala svolítið upphafið útgerðina og stórútgerðina sem sé að vinna samfélaginu gagn og gaman. Að það hefur nú gerst oftar en einu sinni og oftar en tvisvar að það hefur verið tekin ein viðskiptaleg ákvörðun af einni stórútgerð sem hefur kippt fótunum undan
heilu byggðarlagi og við vorum ekki með neina varnir í neinni löggjöf gagnvart því. Þannig að láta eins og við séum núna með eitthvað system sem að passi svo vel upp á byggðirnar og svo séum við að fara inn í eitthvað nýtt þar sem við gerum það ekki, finnst mér umhugsunarefni. Annars sem ég langar að segja, að því að, og hér hefur verið nefnt þetta með að miða við sko norska reiknireglu í raun og veru, eða norsk verðmæti. Mér finnst það áhugavert og ég er svona kall eftir því að við höldum aðeins þræðinum í því, sko, bæði Samfylking og Viðreisn töluðu fyrir því til skamstíma að veiðiheimildir fara á markað. Hefur við að gera augnablis að því að þú þarft að fara? Já, afsakið mig. Já, ekki málið. Hafdís þarf að fara út á þættinu með því nú stutt eftir að þessu hvort þið en þú ert að fara eitthvað fund austur á Selfossi. Jöp. Góða ferð. Takk fyrir. Góða ferð. Takk fyrir boðið. Og takk fyrir komuna. Já, þú mátt bara fara ef þú vilt. Já, ok, takk. Já. Fyrir matvælaráðherra að vera að tala. Já, það var sú típa sem var að tala. Sko, ég nefnilega tók svo vel eftir því að því að við vorum með þessa þverpólitísku vinnu sem var svona viðleitni til þess að ná þessu breiða samtali við samfélagið allt, gera ítarlegar skoðanakannir gagnvart almenningi og tala við alla einhvern veginn. SFS var alltaf í mjög miklu varnarham gagnvart öllu sem að þarna var gert. En þarna gerði ég ráð fyrir því og að því að ég hafði líka verið í vinnu undir forystu Þorgerðar Katrínar 2017 þar sem að hún og Viðreisn á þeim tíma talaði fyrst og fremst fyrir því að aflaheimildir færu á markað og það yrði leiðin til þess að verðið yrði til á markaðnum. Og Samfylkingin talaði fyrir þessu líka, það yrði byrjað í skrefum og svo yrði það gert einhvern veginn smátt og smátt. Þessi umræða bara úti. Hún bara ekki inn í umræðinu og það einhvern veginn enginn sem að rukkar þessa flokka það að segja, býtu, hvar var ykkar hugmyndafræðilega plan af því hvernig þetta halda utanum sjávarútveginn og ég hef ekki orðið verið það því vorum hér að tala sko flokka sem að eiga djúpar rætur og alls konar landsfundarhefðir og svo framvegis að flokkur eins og Viðreisn, ég hef ekki orðið verið það að hann hafi gengið í gegnum einhverja endurmótun á sinni sjávarútvegsstefnu og sannarlega hefur Samfylkingin ekki gert það en núna kvissbang búm þá komin einhver nýnálgun og ég styð hækkun á veiðigjöldum, ég geri það en mér finnst þetta svona út frá þessum hugmyndafræðilega þræði sem hefur verið spunnin langt aftur í tíman hjá þessum flokkum allt aftur til aldamóta og jafnvel aftar hjá Samfylkingunni rétt það bil sem sá flokkur var til að þá núna allt í einu bara erum við að tala allt aðra nálgun að því að finna út hvert hið raunverulega verðmæti. En nú ég orðin alveg agalega mikið til sjávarútvegsráðherra. En sem að drepur á svona okkur vanda eins og þetta með að taka þetta norska verð sem vandi sem að við höfum ekki að fiskur fara á markað því að Svandís var að tala að kvótinn fara á markað að fyrningarleiðin sem að Samfylkingin var með og Viðreisn hefur alltaf staðið lagt það til að það verði boðin upp kvótinn en þarna kemur fram þessi tillaga norska viðmiðunarverðið til þess að benda á okkur megin sem það að fiskur fer ekki á markað þannig að útgerðin að selja sjálf þessu fisk og sjómenn semjum það með að vera 80% af markaðsvirði þannig að það bara innbyggt í kerfið að 20% afsláttur á verðinu sem að leiði til lækkunar á launum sjómanna, leiði til lægra hafnagjalds, leiði til minni útsvarstekna sveitafélagana og þarfandi göttunum. Þannig að mér finnst, ég hefði frekar kosið að flokkarnir stígu einhvern veginn skrefum einhverja formbreytingar á þessu sem að leiði til meira réttlætis. En sko, hinn pólitíska raunverulega breyting fólkin í gagnsæisfrumvarpinu sem snýst það að stjórnunar og eignatengsl í sjávarútvegi séu skýrari og blasi betur við og þar með talið milliverðlagning og verðmyndun og svo framvegis sem að svona að sumulítið tæknileg en mjög pólitísk og þegar ég var í þessu ráðuneyti þá var mogginn miklu stressaður yfir því máli heldur en hækkun á veiðigjöldum sem að áhugavert að því að mogginn ekki ótengdur útgerðinni. Nei, sko, tíminn okkar alveg að fara frá okkur. Mér langar, ég verð að nefna eitt í viðbót. Það fylgi samfylkingarinnar sem rís og það bara súperstjarna í íslenskum stjórnmálum sem Kristrún Frostadóttir. Hvað það? Hvers vegna hún svona vinsæl? Að hún dregur flokkinn bara upp 10%?
Getið þið ímyndað ykkur? Ég held hún sé bara flink og klár. Ég meina, þetta er flottur formaður, ung og öflug kona sem er mælsk og hefur svör við öllu og svo framvegis. Ég meina, og síðan verður til svona spírall sem er jákvæður og það gerir það að verkum að þau sem eru efins af einhverjum ástæðum innan samfylkingarinnar hafa sér hæg meðan að stuðið er í gangi. Amerikanir segir nothing beats Ég meina, við höfum séð þetta áður og við vitum það sem höfum fylgst með stjórnmálum lengi að það er það sem gerist, að fólk svona hefur sér hægt og hugsa bara, ok, nú gengur allt vel og þá skulum við bara leyfa þessu að gerast. Slagkrafturinn er augljóslega bara töluvert mikill og ég er fegin því meðan að það er að minnstakosti jafnaðar mennska í einhverjum undirtónum en ég hef hins vegar áhyggjur af því að mér finnst þér vera jafnaðar mennska? Það er nefnilega það, mér finnst nefnilega áhyggju umhugsunar efni að formaður samfylkingarinnar tali vinstri stefnu sem einhvers konar böl sem hún gerir bara í fundum við sína félaga. Hún er náttúrulega mörguleyti svona hægri krati og maður sér það eins og í þessum steypustöðvartillögum sem að verið að leggja upp með hérna til þess að hagræði opinberum rekstri og allt þetta hér. Margt er bara mjög hægrisinað í því sem að kemur frá samfylkingunni núna, hvort sem er í náttúruvernd, útlendingamálum eða í öðrum af þessum þáttum en hennar formúleining hefur verið svo, já þetta eru ekki aðalmálin sko, þið viti og hérna þannig að já, en ég meina gangi henni bara vel og það er bara flott en við vitum það sem hefum fylgst með pólitík í 50 ár að það er ekki eitthvað eilíft sko, það mun breytast. Ég einhvern veginn, sko, ég held að þetta sé sko, fylgi Kristrúnar Frostadóttur frekar en einhvern veginn flokksins í heild sinni. Þetta persónu fylgi hennar, hún er, kemur mér fyrir sjónu sem er náttúrulega bráðgreind og mjög hæfileikarík og svona mjög sterkur leiðtogi. Hún kemur þannig fram, öll hennar framkoma og tjáning er svona hinn sterka leiðtoga. Og það er svona hljómgrunnu fyrir það, hér á landi og eins og bara í nágrannalöndum okkar, Bandaríkjunum og víðar, sko. Það er svona eftirspurn kjósandi eftir svona hinnum sterka leiðtoga. Og ég held eins og ég nefndi í upphafi þáttarins, sko, ég held að það verði áhugavert að sjá hvernig þetta þróast. Það er, og þetta hefur náttúrulega, sko, þau sögðu það í aðdraganda þingkosningana, sko, það væri mjög óheppilegt, það væri svo skammu tíma, það var ekki hægt að halda prófkjör. Ég held að það veri drauma staða fyrir formann samfylkingarinnar að geta þá haft og beitt þessu valdi sínu, sko, til þess að raða inn fólki sem er þá svona hennar stefnu eða þessa innsta kjarna þóknanleg. Og líka málefnavinnan sem að fekk þá ekki síuna sem landsfundur er. Heldur var bara dengt fram, sko. Og úr verður, sko, náttúrulega svona frekar áferðar fallegur flokkur og stefnumálin slík. Þetta er svona, ég ætla nú ekki að gera þeim það að líka þessu við að einhver svona auglýsingaskrifstofa hafi, sko, hannað frambóðið, sko. En það er þessi munur, sko, sem ég held að muni komi í ljós á næstu árum og svona næstu 5-10 árum, sko. Það er þessi, sko, stjórnmálaflokkar verða að starfa með lýðræðislegum hætti, tel ég, sko. Sérstaklega ef þeir ætla að vera einhver svona málsmetandi og hafa, sinna, þessu málum sem það ætla að bera á borð. Það er kjarnin, það er alveg hægt svona vinahópur, eins og bara besti flokkurinn eitthvað getur tekið sig saman. Það er bara fallegt og getur tekið sig saman og boðið fram og hlotið kosningu. Kosningarnar sjálfar auðvitað lýðræðislegar. Þetta er bara fínt, sko. En sko, svo þegar þú ferð að gera þetta aftur og aftur, svo líða tíminn, þá geta hlutirnir orðið svolítið skrýtnir. Og ég held að það sé svona, núna eru, grunninn, það er Viðreisn, náttúrulega er ekkert svo gamall flokkur fólksins líka. Þetta eru svona 2 flokkar sem er svolítið að slíta barnskonum. Og svo er þessi nýja samfylking, jafnvel þó að samfylkingin sé orðin 25 ára, eitthvað þannig, sko. Þetta er samt algjörlega nýr flokkur. Hann birtist mér, ekki eins og hann eigi eitthvað sameiginlegt með samfylkingunum sem var hérna fyrir 5 árum, sko. Þannig að það er svona þetta stóra próf, bæði, sko, hvernig þetta gengur innan þingsins og svo bara innan þessa hóps sem að stjórnmálaaflið er og svona hinga til þá
hefur formanni Samfylkingarinnar greinilega tekist að stýra þessu frekar styrkri hendi. Það er svona, það er ekki, maður sér það ekki allan svona opinberlega að það sé að sjóða upp úr einhverjum köllum, sko. Það er sagt þess að ég var að reyna að segja í Ameríku, nothing beats success, það er bara ekkert sem er sterkari en velgengni. Og hún kemur hérna inn out of the blue og er orðið formaður stundu síðar og orðið forsætisráðherra. Þetta er bara fáirt. Þetta er í kannski, þú veist, þegar Davíð fór inn á þing. Þetta er líka minnir á Sigmund Davíð sem var sóttur einhvers staðar, við veit ekki hvert Framsóknarflokkurinn sótt hann og svo er kosningasigur 2013 á eftir, þannig að þá mikið fylgi sem fylgir á eftir. En ríkisstjórnin er ekkert svo gömul, ég er ekki 125 ára eitthvað, nei 125 daga. Það er teiknum aukna verðbólgu, það er teiknum alls konar vanda sem þessi ríkisstjórn á eftir að komast í gegnum, hún eftir að komast í gegnum vorþingið og eitthvað fleira. Það er ekki dæmi það í okkar heimsluta að þeir sem eru að leiða ríkisstjórn séu einhvern veginn súpervinsalir. Ég held að það komist næst í að segja sko að hvað Meloni hefur haldið hérna flugi. Kristrú fór á landsfund verkamannaflokksins í Bretlandi og faðmaði þar Keir Starmer. Hann er í stórkostlugu tjóni. Hérna 1. maí voru sveitarstjórnarkosningar þar sem verkamannaflokkurinn var held ég 50. stærsti flokkurinn. Hann er með minna, hann liggur við hann sem með sambarlegt svona approval rating eða hverju tristónum eins og Bjarni Benediktsson var með. Þannig að þetta er kannski ekki endilega svona stefnan. Ég er vissum að uppskriftin af stefnunni sem er svona hægri kratismi sem að Keir Starmer er með og Kristrún á mörgu leyti líka, að hún sé einhvern veginn þannig að þjóðin sé bara rosa ána með þá stefnu og muni fylgja henni framundan. Einhver leyti var náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn að færa þessa ríkisstjórn eitthvað. Það var komin ótrúlegu leiði hjá stóru hluta þjóðarinnar að hafa Sjálfstæðisflokki við völd. Og það er svona uppstreymi sem að Mér langar aðeins að grípa bolta núna og ég veit að allir eru fættir að kíkja á klukkuna að sko Kristrún líka það sem einkennir hana sem stjórnmálamann er þetta plan og það er þessi ofsalega skýra framsetning á því að ég er með plan. En býttu, þessir auglýsingunum með stóru sleggjuna vextina, hvað er að gerist núna við næstu vaxtaákvörðun? Það er ekki stór sleggja þá? Nei, er þetta ekki bara okkur að kenna þeim þá úr síðustu ríkisstjórn? Nei, það verður ekki stór sleggja sko. En sko þau eru náttúrulega, það er sannarlega rétt og þau eru ennþá að uppskera frá alls konar ákvörðunum síðustu ríkisstjórnar. Það liggur alveg fyrir og við erum ekki farin að sjá neitt í raun og veru sem þessi ríkisstjórn hefur gert en þau þakka sér það sem að hérna fyrri ríkisstjórn gerði í þessum efnum. En það sem ég vil segja sko að því að þetta er meira kannski spurningum pólitíska áferð heldur en inntak að segja bara ég er með plan og við keyrum það og ef þið fylgið mér og mínu plani þá er okkur borgið. Þá vil ég segja sem svona fúll reynslubolti að það er eiginlega aldrei í planinu það sem svo kemur upp. Hvort sem að það er sko COVID eða eldgos eða eitthvað slíkt og þá reynir á og við fundum það í síðustu ríkisstjórn sem að erindið var að mörguleiti upp urið að það var samt sem aður þannig að reynslan, þekkingin og vinnusemin gerði mjög mikið gagn þegar að koma að því að bregðast við eldgosum eða eitthvað slíku flóknu að því við vissum, já nú gerum við þetta svona, nú snúum við bökum saman, við kunnum að hreyfa okkur inn í stjórnarráðinu. Einhvern tíma sagði nú reynslubolti við mig hérna árum áður að þarf eiginlega að hafa verið ráðherra til að geta verið ráðherra. Af því að þetta er svo furðulegar aðstæður og stundum er fólk bara einhvern veginn bara nær ekki vopnum sínum mánuðum saman með því að vera alltaf komið inn í ríkisstjórn af því að það er svo furðuleg staða. Þetta minnir á heimspekingin Mike Tyson sem sagði að allir boksarar hafa plan þangað til þeir kildir á kjaftin. Já, en þetta er svolítið, ég vildi bara nefna þetta sko af því að það er ekkit endilega í handbókinni það sem síðan kemur upp. Þá er það sveigjanleikinn, reynslan og svona þessi skilningur. Davíð Oddsson sagði þegar Sjálfstæðisflokkur og Framsókn myndu ríkisstjórn 2013 þá hafði enginn verið í ráðir allri ríkisstjórninni og þá sagði hann að það mun koma fljótt í ljós að sko, margir ráðherrar verða fljótt húsvænir. Já. En það var þá gerðist á 2013 sem var þá í fyrsta skipti frá árinu 1971 sem að það gerðist að það var alveg allir út og allir nýrin.
eins og það er núna. Eins og núna. En nú erum við með einn reyndar. Og talandi að skipta út, við erum að fara að skipta út. Já, gerum það. Sigurður Þór og Svandís, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Og hér eftir ætlum við að líta niður í Laugardal í Íþróttasamband Íslands og forsetakjör þar komum aftur eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.